Sæli maður, ok. Byrjaði bara, drulliður átna, hálftíminn, góðum með það. Já, ok, ég var á keto. Já, ok, ég er ekki lengur á keto. Já, ég fekk mig Kenny á hann. Tell these people something they don't know about me. Varstu að Kenny á hana? Já. Shit, varstu í eðlu í gær? Ég fór í eðlu í gær, gaur, hún var fucking rosaleg, sko. Ég er pælið að láta þessu uppskrift í highlights, sko. Hún er svakaleg. Ég út uppskriftabóka. Léttir réttir Árna. Ekkert svo léttir réttir. Þéttir réttir Árna. Já, herra. Já, maður. Já, þú ert ekki keto? Nei, ég er ekki keto okkur núna, en ég var að læra eitthvað sem heitir Keto Flex. Var ég eitthvað nýtt og þægilega? Getur fengið pítsu og svona? Það eitthvað sem hann var að segja mér frá þarna hljóðmaðurinn þegar ég sagði hann að þú voru að fara að drullið mig. Og sagði mér að Keto Flex var eitthvað svona sem er keto en með svona svindlin á milli, eitthvað svona. Svo þetta er ekki eitthvað meir en muffins og... Þessi sem eitthvað sem er bara eitthvað alls ekki keto, sko. Já. En þetta er bara staðan, skilur. Ég þakka bara fyrir heilsuna og getum við nokkuð sett tíman í gang? Getum við sett tíman í gang hérna í stoppháttinu? Þakka fyrir. Það eru smá tæknilegur örðuleikar, tæknin er að stríða okkur. Dömum mínur og herrar. En ég bara þakka fyrir að vera á lífi við eins góða heilsu og ég er í dag og ég get ekki verið að en þú veist með þessu ert að náttúrulega bara stytta lífið. Umtalsvert, sko, en þú voru bara að hafa það þinn í saman, sko. Algjörlega. Þetta er á minni ábyrgð. En var þetta hartfallega? Og hvað var af hverju? Þú veist, var þetta ákvörðun eða var þetta bara eitthvað fokk nú til að pítsu? Þetta var, sko... Nú ætla ég að fá mér milkshake. Þetta var þannig að ég vakna á miðvikudeginum. Já. Og hugsa, nú er ég búinn að vera keto í akkúrat 3 vikur. Sem er talaður sem the bare minimum til að keto sé snild. 8 vikur? 3 vikur. Já. Og Sara spyr hvort að ég vilji hvort ég ná ég eitthvað að éta. Já. Og ég hvað heldur hún ég var alveg til eitthvað svona bakarístóti eitthvað. Eitthvað, veistu? Veistu, Sara? Ég líka. Shit. Já. Þannig að ég fór og keypti súrdeigsbrauð og þetta var svona eitthvað rosalegt, sko. Ég er ekki búinn... Jú, ég er búinn að vera í bullinu. Ég veit ekki hana. Ég ætlaði að fara að segja ég er ekki búinn að vera í bullinu, svo myndi ég eftir bullinu. Ég er búinn að vera í bullinu. Hvað er það að vera? Bara fyllt af nammi og... Já. Við elduðum við vorum badlaus á laugardaginn. Já. Og ég eldaði humarsúpu og nautalund. Já, ég sá það. Það var ekkert eðalega ekki neitt. Og fór í ónefnda kjötbúð. Það sem mjög mikið næs meðlæti. Og keypti, þú veist, 4 tegundir af kartöflum af því að ég hef búin að sakna svo mikið að fá mér, þú veist, kjöt og kartöflur. Ég sá líka að þú gerir eðluna og gerir einhverja kartöflu með, finnst þér ekki snakk með eðluna? Jú. Kartöflan var bara svona eftir þetta. Kartöflan var sem sagt afgangur frá því fyrir kvöldið. Það var ein svona fylld kartöfla eftir. Alveg bara fylld? Hún var bara fylld. Nice. Já maður, en þú, ert þú ekki bara búin að vera með í ræktina og bora hótt og... Eiginlega, ég leiði mér aðeins á laugardaginn, ég fekk mér bananabrauð, en ég samt steg á viktina þetta og ég er komin fyrir neða, ég vil ekki segja þyngdina. Kottu með það? Ég er komin undir 90. Geðveikt. Ég er komin undir 100. Aha, já. Nice. Ég var komin undir 90 kíló sem er, það var svona fyrsta sjokki mitt þegar, í fyrra þegar ég voru 90 kíló, sko. Ég hef aldrei verið það áður, sko. Já. Og það var ekki út af vöðum, sko. Þannig að ég steg á eittan, ég var komin fyrir 90 og það var geðveikt. Og það gaf mér svona extra motivation að bara halda áfram, sko. Og já, mér smjöna þess að sjá einhvern mun, skilur. Ég til að joina þið aftur, sko. Einhvern tímann? Já, einhvern tímann við tækifæri. Já, geðveikt. Lappir á morgun. Já, ég ken kannski bara ekki morgunir inn. Ok. Já, þetta er geggjað. Ég er nefnilega gaman að segja þetta hér, sko, til að halda pressun á mér, sko. Já, algjörlega. Ég gjörsamlega kiknaði undan pressunni í podcastinu. Já, ég veit það. En það voru allir voru að bíða eftir. Já, það er bara verið að bíða eftir að kóngurinn falli. Það er bara hannig. Heyrðu, ef að denda okkur í Hubquiz og Nutquiz. Já, Hubquiz og Nutquiz. Hubquiz og Nutquiz. Ok. Miley Cyrus. Já. Er yndisleg söngkona. Algjörlega. Bara að gefa út plötu núna daginn. Og ég er búinn að vera að representa Team Miley jafn lengi og KB. Já. Bara síðan fyrsta lagið. Hvaða ár er Miley Cyrus fædd? 92.
Loka svar. Það er rétt. Yes, ég vissi að hver, ég var mest í Hannah Montana maður efer, sko. Já, ok. þær eru auðveldari í dag, ég veit ekki hana. Já, geggjað. Herru, ég er með hérna, og ég meina sem var síðust, en talandi að þú hafa verið Team Miley forever. Hvenær fór Elías á YouTube? Febrúar 2014. Manstu hvað febrúar? Ég ætla að segja 27. Ég ætla samt ekki að vera rétt. Er það 27. 4. Wow, hvað ég er ekki náldi? Nei, en samt. Já. Daginn eftir átti ég afmæli, náttúrulega var sjálfur það. Já. Já, 1-1. Já, þú? Heyrðu, Ísland, íþróttir. Já. Elskum þær, hötum þær, það fyrir eftir hvernig þú spyrð. Hvað var þetta? Hvernig þú spyrð? Við höfum sjaldan náði miklum árangri í íþróttum og með handboltaliðin okkar. Já. Sem fekk silfur á ólympíuleikunum eins og fræktur orðið. Já. En hvaða ár var það? Æ, það var 2008. Loka svar? Já. Það er rétt. Yes! 2-1. Heyrðu, ok. Helgina kom spá á fótbolta.net frá herra Netismjör. Já. Það sem að þú talar og talsmaður þess að sé 0-0 alltaf í fótboltaleikjum og bara leiðilegt. Nei, þú getur sagt þetta eftir. Ok. Á þessari leiktíð ennsku úrvalsdeildinni hafa verið 112 leikir. Já. Hversu margir af þeim fóru 0-0? Fyrir þessa helgi hefur giskað á svona 70. Já, ég ætla að gíska á hvað það eru búin 112 leikir. Ok, ég veit að fóru ekki allir. Ég ætla að segja 100 leikir. Þú veist að djóka. Ég ætla að segja 100. Ok, það eru 6. Já, ok. Þú ert svo langneðstur hjá þeim, sko. Þú ert með einn réttan. Já, en það var eitthvað sem enginn bjóst við. Það heldur allir að Man U myndi fá víti. Eins og eru búin að fá síðustu leiki. Já, en ég, The Oracle, spáði 0-0. Reyndar og græddir marga milljónir að því. Já, ég bettaði á þetta, shit. Nei, það sem er svo fyndið, sko, Sóli Hólm sendi á mig. Já. Og sagði, fótbolti.net vill endilega fá þig, ég skal bara lesa fyrir þig. Akkur heyra þeir í húnum? Já, þetta eru eitthvað félagi hans eða eitthvað. Ok, það er ekki að lótast inn á tjatið, allavega. Hann sendi mér bara morguninn. Sælir, fótbolti.net vill endilega fá þig til að spá í leiki helgarinnar. Já. Og, já, veit ég kom með það. Já. Sendi mér þetta skilaboð sem að hann fær frá einhverjum manni. Ég fæ þetta sendst klukkan 9:50 og hann segir, væri ekki fyndið að gera þetta? Já. Og ég sendi klukkan 12 mínútur yfir 10. Gjörsamlega nývaknaður, bara 1 mínútu áður. Mjög pirraður. Ég gíska að allir leiki fari 0-0, ekkert eðlilega hæg íþrótt. Þetta er nefnilega, ég var smá ánægður að hafa gert þetta því að þarna fékkstu bara að sjá hvað þetta er svo mikið bull. Nei, sko, 6 leikir af 112 Já. fóru 0-0. Já, en hversu margir leikir fóru jafntefli? Það er svolítið mitt point. Jafntefli? Já. Á ég tjekka það, já? Nei, herru, spurning á þig. Það er númer 3. Cannabis. Já. Sumir elska það, sumir hata það. Wiz Khalifa elskar það. Kamala Harris hataði það þangað til að hún þurfti að fá unga kjósendur. Já. THC. Já. Þú er eflaust heyrt þennan frasa áður. Frasan THC? Já. Já, ég heyrt þann. Hvað stendur það fyrir? Og nú er pressa. Nei. Ég hef ekki hugmynd, sko. Þetta ástsælisti hassus landsins. Ég er að reyna bara að fatta eitthvað, the Helicon Confirmation. Gott gísk, er það loka svar? Já. Herru, nei, það stendur fyrir tetrahydrocannabinol. Alveg rétt. Maður hefur nú heyrt þetta oft. Þetta er samt eitthvað sem við strákaði vissum þegar við vorum í svona 10. bekk. Þá fórum maður að googla svo mikið gras og svona, þannig skilur þegar maður fekk svona leta þráhyggju fyrir þessu. Já. Fannst þetta ekkert eðlilega nett. Þegar hann segir við strákandir þá er hann ekki að tala um Já, nei, ég og hann. þá er ég ekki að tala um okkur huginn. Ég er að tala um mig og Sindra Frans. Hringið í hann. Ok. McDonald's. Já. Þetta því keto? Nei. Ekki lengur keto. McDonald's. Já. Einn af þínum uppáhaldsveitingastöðum. Já. Og var á Íslandi.
Já. En hvenar fór McDonald's endanlega frá Íslandi? Úff, þetta góð spurning. Það ekki? Ég ætla að segja að McDonald's hafi yfirgefið Ísland árið 2000 og ég ætla að segja 2008. Ok, viltu ekki ska mánuð? Nei. Ok, loka svar. Já. Það var 2009. Október 2009 og svo kom Metro í staðinn. Já, ég vissi nefnilega, að því ég man að þegar ég var í 8. bekk, Já. þá var Metro komið. Þannig að ég var svona að reyna að gíska, já, Þeir tóku bara við. kongarnir. Kóngarnir í dag. Heyrðu, íslensk tónlist, Já. þú ert tónlistamæður. Já. Seinasta lag sem að þú gafst út Já. er pródúserið af Þormóði, Já. featuring Friðrik Dór. Já. Viltu kannski segja fólki hvað lagi heitir og hvað er hægt að finna? 1-2 er hægt að finna á Spotify og annar staðar. Já. Þú segist elska Friðrik Dór, Já. eins og bróður. Já, bara hann er svona eins og litli bróðir minn, sko. Þú talar stundum Friðrik sem týnda bróður ykkar Jóns. Algjörlega. Hvað hefur Friðrik Dór gefið út margar plötur og hvað heita þér? Það er Vélrætt Já, sem kom út 2012. já, það er rétt. Svo er hitt fyrsta hlið við hlið. Nei. Þú mátt ekki, ætlar ekki að gefa mér neina. Nei. Hann hefur gefið 3 ár, sko. Ok, Og já, 4. ok. Nei, ok, 3 ár. Og síðasta var Saplata. Sama tíma, sama stað. Ertu í djúpum skít hjá Frilla núna með þér? Nei, ég sagði Vélrætt. Já, Ég var að hlusta á hana áðan. geggjuplata. Geggjuplata. Má ég tjekka á Spotify? Má ég ringi í vin? Þetta er Friðrik. Þetta er þess að 3... Úps, ok, nú... Já, þetta eru 3 ár, ég veit það. Já, ok. Þetta er Þetta er Vélrætt plötur, já. og þetta er Saplatan Já. sem heitir eftir lagi. Ég man bara ekki hvaða lagi. Ok, Það er alveg vel gert. takk. Svo er fyrsta... Já. Hvað heitir fyrsta? Dum, 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 dum. Ég segi hlið við hlið Vélrætt og á sama tíma sama stað, en það er ekki rétt. Ég loka svar. Ok, þetta er ekki rétt. Nei. En þú ert nálægt því samt. Það ekki? Jú. Fyrsta platan heitir Allt sem átt. Er það ekki? Fyrsta? Nei, hvað hétt þetta fyrsta? Heyrðu. Nei, sko, en saplatan heitir segir ekki neitt. Já. Jú, Allt sem átt, þetta er fyrsta platan. Mér finnst hún geðveik. Ef þú, kæri hlustandi, ert ekki búin að tjekka á laginu Þú veist af plötinu Allt sem átt, þá endilega gerðu það. Það er eitt besta lag sem hefur gert. Já. Ég held að Frikki samt fyrirgefa mér þetta sem hann klúðraði þegar við vorum í brennslunni að peppa lagið okkar. Að hann klúðraði, ég man ekki alveg hvort hann hafi verið að eitt plötur að vera að þýða lögin eitthvað á ensku. Það var mjög augljós hvað lag þetta var. Já. Þannig að hann fyrirgefa mér. Ok, 1-1 á ykkur. Já. Þá er það komið að þér. Tunglin. Tunglið. Ég ætla að segja ferðin, sko. Tunglin. Tunglin til ferðis. Já. Ferðin til tunglsins hefur verið mikið rætt hér í okkur. Já. Og í síðasta þetta komist við að því að flugi þetta Apollo 11. Nei, við komumst að því að það heitir Apollo 13. Já. Ætlaðir að fara að sema mig fyrir að gefa þér vitlaust svar, eða? Við erum í podcastið úr að tala. Já, ég er Það hétt Apollo 11. Nei. Apollo 11 was the space flight that first landed humans on the moon. Commander Neil Armstrong and, já, ekki googla, ég er með spurningu. Ok. Apollo 11. Já, ok, þá er ég að bylla, sorry. Já, hvað voru margir borð í Apollo 11? Ekki googla. Nei, ég ætla ekki að googla. Okay. Ég ætla ekki að googla. Okay. Það voru 3. Já, Lókusvar. það er rétt. Já. Ég vissi að því að það var Neil Armstrong og Buzz Aldrin, sem allir vita hver er, og einhver sem ég man ekki hvað heitir. Þetta var svona Apollo 11. Já, ég var hostile þarna, sko. Já. Djúvel hefði frindið að þú hefði spurt mig þessar spurningu og ég hefði sett Apollo 13. Já. Bara sama spurning. Það var spurning 5 hjá mér. Þú elskar þetta Baby, það er rappari. Já, það er góður. Þú fílar ekki að mikið Lil Baby.
Fyndið samt að þeir komu upp á svipum tíma eða Lil Baby kom aðeins á undan. Já. Baby on Baby. Já, Lil Baby og Da Baby, allavega. Hvor er eldri og hvenær eru þeir fæddir? Eða það er basically bara spurningin hvaða módel eru þeir? Da Baby er, þú veist, 89 model. Ok. Og Lil Baby er 94. 93, loka svar. Var rétt? Nei. Oh. Þú var samt mjög nálægt í. Já. Hann er 91 og 94. Já, ég hafði eiginlega ekki hugmynd. Ég vissi bara að ég hafði ekki hugmynd Lil Baby. En ég vissi að Da Baby væri, þú veist, að vera 30 allavega. Já. Kemur alveg óvart út, hann er svo nýr. Algjörlega. Heyrðu. Ég er með eitt hérna að raða í aldursröð. Ok. Og það eru 6 manneskjur. Ok. Ok. Raðaðu... Keeping Up with the Kardashians. Ok. Er þinnir uppáhaldstættir. Já. Og það eru systkini þar. Sem að heita Rob Kardashian, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner og Kourtney Kardashian. Já. Það raðaði þeim í aldursröð. Ok. Kylie Jenner er yngst. Ok. Kendall Jenner er næst yngst. Ok. Þar á eftir kemur Robert Kardashian. Ok. Svo kemur Khloe Kardashian. Ok. Svo kemur Kim Kardashian og svo Kourtney Kardashian. Elst. En það loka. Það er lokasvar. Viltu ekki taka sér það? Nei. Það er rétt. Yes! Ég var ekki viss á hérna Kourtney og Kim. Nei. Mundi ekki hvor var eldri. Ég held þú myndir ekki vita það. Ég held þú myndir ekki vita hvað Rob Kardashian er. Þú stórlega vannmetur hvað ég hef lítinn tíma og mikinn tíma. Hvað hefur lítinn og mikinn tíma? Já. Á sama tíma? Nei, ég veit ekki okkur ég vissi þetta. Ég var svona nokkurn veginn, mér myndi, ég hef alveg séð einhverja þætti, mér myndi að Mér finnst ruggla að Kourtney sé elst, sko. Það sem að hún er ekkert eðlilega falleg, sko. Já, það er þín skoðun. Hún alltaf var Hún fyrst sagði það við mig fyrir þáttinn. hún var fyrst með barn. Veistu hvað barnið hennar heitir? Og með hverjum? Með Scott Disick. Það er rétt. Hann heitir Mason. Já. Herru, allavega, YG Já. bjóð til merch sem þú elskar. Já. Sem heitir Bohanir eftir hans Black. En hvaða bær á Íslandi er með postnúmerið 400? Blönduós. Er það lokasvar? Sauðárkrókur, lokasvar. Það er ekki rétt. Er það einhverstað þar? Ísafjörður. Já. You silly goose. Ég veit það, kallið minn. Heyrðu, það er síðasta mín. Já. Hvað er staðan? Ég hef ekki 2-2 held ég. Ok, já. Hver er mest DFD-myndir áttu sitt skeið, langt skeið, Já. voru það heitasta? Já, í bransanum. En hver er mest selda DFD-mynd allra tíma? Ok, þetta er samt góð spurning. Já. Mest selda DFD Það er alveg nokkra sem komið til greina, sko. Já. Nú er ég að hugsa einhverja mynd sem koma út býttu nú við sko, mér finnst líklegt að þetta sé einhver fjölskyldumynd gæti verið eitthvað með The Sandman. The Sandman? Adam Sandler. Já. The Sandman? The Sandman. Þetta er samt mjög góð spurning þar. Ég er nefnilega... Þú mútt vera stoltur af þessu. Já, ég er ógeðslega Það er einhver DFD-mynd sem allir eiga. Þetta er mynd sem allir vita hvaða mynd er, sko. Já, algjörlega. Ég reyna að átta mig á því... Er það The Simpsons movie? Það lokasvar? Já, ég er bara skjótið í blóin. Það er ekki rétt. Nei. En það er tölvugjörmynd. Aha, er þetta Avatar? Nei. Nei, hún var á Blu-ray. Já, þetta er tölvugjörmynd. Ég er náttúrulega búin að missa... Algjörlega, en viltu reyna að giska það? Þetta er tölvugjörmynd. Já. Er þetta Pixar-mynd eða? Já, ég held það. Er þetta Toy Story? Nei. Er þetta... Hún er örugglega mest selt Vaffa S. Já, true. Já, er þetta Shrek? Nei. Ok, hvað er það þá? Þetta er Finding Nemo. Finding Nemo, já. Ég var samt að hugsa rétt, en sko. Simpsons movie, ég held að hún var alveg komið út bara 2008 eða eitthvað, sko. Já. Hún var alltaf smá líka dónali, sko. Já, true. Þannig að þetta var í Það er rauninni... geggjum mynd, maður þarf bara að horfa að segja hvað ég fekk henni sinni í ammælisgjöf. Já, þeir tjekkum hérna hvað er staðan og hvernig þetta endaði.
þú fékkst rétt fyrir Miley Cyrus. Já. Þú fékkst rétt fyrir 2008 Ólympíusilfur og þú fékkst, 2 rétt stig. Þú varst með... Já, þú vannst þá. Og það ég gaf þér rétt fyrir Elías mánuðin og aldursröðina og hvað voru margir borð. Ok, ég ætla ekki að taka þetta stig hérna með Elías. Ég var mjög langt frá því. Þá var þetta bara 2-2. Við erum jafn góðir og bestir. Bring it. Herri, já, ég vildi líka áður en að fólk hugsa bara, wow, djöfull er huginn rauður á nefinu og djöfull er hann eitthvað skrítinn. Já. Þá vildi ég bara segja að ég er sem sagt með einhverja bólu. Innvortis bólu í nefinu. Já, og þess vegna er ég svona rauður og ég ákvað bara í staðinn fyrir að fresta þessu að koma bara hreint fram og segja bara. Veistu, Huginn, þú ert ekki bara hugrökkur, þú ert hetja. Og bara ég vil að bara allir vita, þú veist, að ef einhver er að lenda í því að vera með ból í nefinu og hrættu við að vera með kynningu í skólanum eða eitthvað, ekki gera það, þú veist. Ég er hérna fyrir okkur. Nei, ekki mæta. Ekki mæta. Já. Mættu. Og bara ég er hérna fyrir okkur. Þannig að ekki mæta. Er það sem þú ert að segja? Ekki mæta. Bara, og do it, skilur. Og þú veist, ef einhver er að gera grína þessari bólu eins og allir frammi hérna, þá eru þeir bara lúsera, skilur. Já, bara afbrýðisamur. Afbrýðisamur, já. Út í hvernig þú lítur út þegar þú ert ekki með þessa bólu. Já. Þannig að nýta sér það. If you can't handle me at my worst, you don't deserve me at my best. Já. Þetta segi ég alltaf. Já. Þegar ég fær bólu í nefið. Já, ég ætla að segja hérna með Simpsons movie. Já. Ég fekk ég afmælisgjöf þegar ég var örugglega í svona sjötta bekk. Hún er örugglega komið út í á 2008. Já. Þá fekk ég afmælisgjöf frá bróðum mínum sem hefur greinilega bara kippt einhverju með sér á leiðin í afmælið. Já. Þá fekk ég geisladisk með Lögunum úr Simpsons. með lögunum úr Simpsons movie sem er bara svona Hans Zimmer, bara svona strengja tónlist. Geðvikt. Það bara, já, hérna er einhver geisladiskur með kleinurring framan á, þetta er eitthvað fyrir Árna Pál. Manstu eftir leiknum? Hit and Run, já, geðvikur. Geðvikur leikur. Það er legit. Það eru sumi PlayStation 2 leikir sem mig langar í aftur. Já. Sem ég væri til í bara svona rejuvenated, sko. Já. Það er til dæmis, Bara rejuvenated, eða? Segir maður það ekki? Ég veit það ekki. Bara endurlífgaðir. Gæðir, já. Já. Sorry, ég er með svo good grammar in English. Það er Hit and Run. Já. Það er Scarface leikurinn. Það er bara uppáhaldsleikurinn minn ever. Og fuck! Já, Hvað leik var ég að pæli? Ég spilaði á, Bully? Já, Bully, já. Ég átti ekki PlayStation 1, en ég átti PS2. Og þar spilaði ég Hercules-leikinn. Já, ég líka. Og Tarzan-leikinn. Já, ég líka. Á PlayStation 3, þá var hægt að kaupa þessi leiki í PlayStation Store og spila það. PlayStation Store? Já. Það er ekki hægt lengur, held ég. Það var geðveikt. Já, ég spilaði mjög mikið Tarzan og Hercules og Harry Potter-leikinn. Já, Svo átti ég PC uppi sem ég mátti fara í stundum. Ertu búin að sjá Harry Potter-leikinn sem er að koma út, eða? Nei. Ekki? Nei. Oh my god, við þurfum að horfa á trailerinn eftir Ég þáttinn. til það. Gaur, þetta er rugglað. Þetta er bara, hann er bara svo GTA nema í Harry Potter-heiminum. Hvað ertu bara rænandi einhverjum kústum og... Nei, þú veist, þetta er svona open world, skilur, Geðveikt. og þetta gerist alveg, þú veist, einhverjum 600 árum áður en Harry Potter gerist. En þú ert, skilur, þú gengur í Hogwarts, þú ert einhver úlingur og þú ræður hvernig þú ferð, þú veist, þú ert eitthvað svona gifted. Þetta er bara sturlað, ég get ekki beðið, sko. Ok, til ég. Eitt samt sem ég verið að viðurkenna, Já. sem ég hef aldrei þórað að viðurkenna áður. Ég hef ekki séð allar Harry Potter myndar. Ég sé svona 3. Já, það er bara, ég meina, það er bara alltaf, ég hef aldrei séð heila Star Wars mynd eða Lord of the Rings. Ekki Lord of the Rings? Ég er ekki a big fan af Það eru rugglaði myndir, sko. En ég hef nokkur svona reynt, sko. En þú veist, máli er bara, þetta er eins og að horfa á allar Marvel myndirnar, skilur. Já. Þetta er bara 20 klukkutímar. Já, ég fíla ekki svona ævintýra dót, sko. Bara fyrir, sko, 4 mínútum, ég get ekki beðið, þetta er sturlaði trailer. Nei, ég veit ekki, þú veist, Harry Potter hittir á einhverja nostalgíu mér, skilur. Já. Skiluru. Já, ég skil. Já, við fengum ábeitingu eftir senasta þátt að við segjum svolítið mikið skiluru, þannig að við erum þú veist. Og þú veist, já. Við ætlum að fyrir næsta þátt, gera það bara eftir núna strax, beða um að prenta út skiluru og þú veist, svo að við séum þetta verið framan okkur. Já. Þannig að við beðum skiluru, eða? Ég skil það, sko. Þú veist, þetta var eins og miklu skiluru. Við beðumst velveringar á þessu. Heyrðu, ef að fara í eitthvað sniðugt. Mitt eitthvað sniðugt er að ég er búin að sjá mikið, og það er ekki bara að ég er að gera merch, en ég er búin að sjá mikið að tónlistafólk er að selja
ýmislegt, þú veist, vínil og bóli, þú Já. til dæmis Já, slakka á. þú til dæmis og auður og bríet og eitthvað svona Já, já. og flónið með rakspýr og eitthvað sniðut að styrkja upp á stónastræminina ef þið langar að hjálpa þeim þar sem þetta eru búið að skrítið ár fyrir alla tónlistamenn. Þetta eru erfiði tímar. Já. Já, mér finnst þetta, mér persónulega líst mjög vel á þessu pælingu þeir. Líka bara út að það alltaf að koma meira og meira fram, þú veist hvað Spotify að borga artistum, hvað þeir fá. Já. Skilur þannig að þetta er svona fullkomi leið til að Það setja hlýtur eitthvað í samt bara að vasa. fara að koma einhver bylting þar, sko. En þeir eru að koma með eitthvað nýtt núna, þar sem að þú far meira exposure fyrir minni, þar sem þú far minna borga en far meira exposure, sem þýðir bara allir munu þurfa að nota þetta meira exposure. Já, það er svo glatað, sko. Já, þú veist, það er bara eitthvað til að komast á playlist að það þurftu bara að fá minni pening. Það er glata. Þeir borga nú, ég man ekki, það var eitthvað svona, ef þú hlustar á tónlist og Spotify fær $180 að þá fá artistanir $20 af því eitthvað. Já. Eitthvað svona kjaftaði, sko. Þetta er ógeðslega bara fáránlegt, sko. Og þetta bara tekur svo mikið á. En ég samt hef smá trú á því að nei, samt ekki. Ef þeir eru bara með einokra marka eins og lengi, sko. Já, en eins og á Íslandi, þú veist, þessi playlistar skipta ekkert máli þannig séð, ekki nema þú sért geðt óþekktur, en eins og fyrir okkur, þú veist, ef við droppum bara geðveikri plötu, þá verður hún spiluð. Þú veist, fólk bara leitar að henni eins og Bríet. Bríet er ekki hjá neinum stórum útgefanda. Nei. Hún er bara hjá Rock Records, hjá Pálma. Pjálmi, kóngurinn. Og þau droppa bara geggjari plötu á fullkomnum tíma og hún bara situr efst. Já. Þannig að ég trúi því að góð tónlist muni skína. Algjörlega. Þú veist, að því hún er ekki á Öldu, hún er ekki á Sony eða neitt hannig. Þannig að þetta skiptir bara máli að vera með góð tónlist. Já, og náttúrulega líka Svo bara þetta tíðarandinn og svona. Já, algjörlega. Ég meina, þú veist, þetta er bara ógeðslega sniðug plata. Þú veist, hún kemur á fullkomnum tíma. Já. Það sem fólk er bara heima á sér á vorkina sér. Já, þetta er svona sjálfsvorkunnar tónlist. Nei, þetta er svona cozy tónlist, skilur. Algjörlega. Það sem þú ert ekki að hlusta á þetta í rektinni eða eitthvað, skilur. Nei, einmitt. Þú ert að prjóna heima hjá þér. Þú ert að gera eitthvað annað. Já. Nei, þetta er svona, eins og prælarnir bríðar, þetta er svona róleg tónlist sem er samt með geðveitt svona þungu texta, þú veist, þú pælir alveg í textanum. Algjörlega. Þú innbyttir að henni. Já. Segir góða sögu. Já. Varst þú með eitthvað sniðugt, eða? Ég eiginlega vissi ekki að við verðum að fara í þetta. Nei. Af því við erum aldrei búin að fara í þetta í loftinu. Nei, við höfum ekki gefið út þátt þar sem við förum í þetta. Það var ekki fyrsti. Aha. Eitthvað sniðugt var að elda kjúl og sætar. Í alvörunni, gerðu það? Já. Ok, þá ætla ég að segja mitt eitthvað sniðugt. Og það er fyrir hérna, fólk sem á börn. Gefið ykkur tíma fyrir ykkur sjálf líka. Þarna? Þetta var alvöru daddy goals. Just daddy goals er þetta, maður. Just daddy goals, maður. Já, ég er sammála þessu. Eða ekki? Jú. Maður þarf að gera það. Já. En ég fíla samt það sem þú sagðir að ég sé svo eftir því að hafa bara panta 50 peysur. Já. Af því að þær eru uppseldar. Já. Og fólk, ég er að fá sko örugglega svona 10 skilaboð á dag. Bara koma fleiri peysur, Já, ég sé það. Ég er líka lokkarinn. Þetta er batterínu mínu ekkert eðlilega mikið, sko. Og ég vil ekki panta fleiri peysur af því að, þú veist, þetta er limited edition, skilur. En veskið segir mér að panta fleiri peysur. Það gerði bara aðra típu. Já, ég er að pæli að gera, mér langar sko að gera svona peysur nema bleikar. Já, geðt. Sem er svolítið steikt. En ég veit það ekki, ég sé til. Það er alveg ennþá til einhverju bólir, ef fólk vil köpa bóli. Algjörlega, og ég er að fara að koma með peysur hérna vonandi. Svo náttúrulega bókin mín komin út. Herran Eitsberg hingað til, skrifaði Sól og Hólm, mest selda ævis á landinu. Jæja, nóg á plöggi. Já. Hérna, já, heyrðu, við trúafélög. Já, við trúafélög. Já, við erum báðir hérna, skráðum okkur úr þjóðkirkjunni. Já. Fyrir nokkur mánuð þegar kom upp félag sem heitir Súismafélagi, sem að lofar þeirra var að endurgreiða meðlimum. Sóknargjöldin. Já, sem að þau fá frá ríkinu. Já. Ég hef held ég fengið það einu sinni. Já, ég man ekki eftir að fengið það. Nei, þú þarft að sækja um það. Já. En ég, hérna... Er þetta ekki 90 skall árið eða eitthvað?
Jú, eitthvað svoleiðis. Ég fengi þetta allan einu sinni. En þeir eru í einhverju máli núna, þar sem að vera að kæra þá og kæra einhverju félög undir þeim að hafa bara svikið pening út úr súfismafélaginu. Einmitt. Og bara fokkið miklu pening, sko. Já. Hvað finnst þér þetta? Þetta er í rauninni bara nákvæmlega sama og öll trúafélag gera, eða ekki bara? Eða bara peningum í eitthvað kjaftaði og... Það eru þínu sko, ég veit ekki nóg fjármál trúafélag til að fara út í þetta, sko. Nei, ég sé alltaf fyrir mér bara einhvern, bara, þú veist, prestur Range Rover, sko. Prestur? Hefur séð eitthvað prestur Range Rover? Veistu hvað prestur með í laun á mánuði? Nei. Bara 1,8. Aha! Já. Hvað er langt nám? Held ég. Hvað er langt nám? Þetta er reyndar háskólanám. Já. 1,8? Þú veist, það er fucking vel borgað að vera prestur. Hver, þetta það geðveitt í COVID? Já, og bara, þú veist, svo, ég meina, svo taka, þú veist, það er ekki það eina sem þú veist, þetta er bara grunnlaunin og svo er líka, þú veist, menn er alveg að gifta og... Já, og vera veislustjórar. Veislustjórar Guðs. Því það er mikið, maður. En ég var súfismafélagið var orðið bara eitthvað annað stærsta trúfélag á Íslandi, sko. Já. Eitthvað, það sem að sýnir bara hvað fólk er komið nóg að þessu rugli. Já, Þjóðkirkjan og svo var hann Ásatrú. Ég skoðaði fyrir svona hálfu ári hvað þarf til að stofna trúfélag. Já. Það þarf að hafa verið til í einhverja 1000 ára, eða ekki? Ég veit það ekki. Nei, ég man ekki eftir að það hafi staðið, sko. En trúism er alvöru trú, sko. Ég veit það. Dómsmálaráðherra þarf að samþykkja trúfélagið. Það endur á henni Áslaugu og ég er svona tristi á að hún hafi húmor fyrir þessu. Já. Ég var að pæla bara að stofna trúfélag, sko. Þú þarft að vera með eitthvað, ég man ekki 1000 meðlimir eða eitthvað. Já, 1000 undirskriftir, Já. Það væri svo geðvægt ef við stofna bara Cowboys og bara endur greiða öllum. Já, bara endur greiða öllum og hætta að borga skatt og eitthvað. Hætta að borga skatt? Trúfélag borga ekki skatta. En þú mátt ekkert vera með eitthvað trúfélag og skemmtikraftur inn í sama félagi, eða það? Ég meina... Og borga ekki skatt? Trúfélag borga alveg, halda alveg veislur og kaupa bíla og... Borga þau ekki skatt? Nei, trúfélag borga ekki skatt. Það er staðan. Áslauga, endur að heyrði í okkur. Já. Án grín, sko. Ég skoða þetta fyrir, kannski svona ári. Já. Þannig að ef einhver vill, svo endur við bara eftir 2 ár bara í dómsmáli og bara Nei, þeir voru eitthvað að færa þetta, sko, út af þeir súfismafélagi, ég veist eitthvað dótturfélagi, eitthvað félag sem að einna þeim á. Og þetta eru 2 bræður. Og Já, ég var bara til að fá hinn árin endurgreitt, skilur. Ef þeir eru einhverju svona ruggli, láta kæri ykkur okkar með minn pening, skilur, og nota minn pening til að redda ykkur úr einhverju ruggli, skilur. Þá vil ég bara fá minn pening. Já, ég er búin að fylgjast með þessu. Þetta er búið að vera svolítið langan tíma, þetta mál. Ég sá bara fréttina á hann. Já, þetta er búið að vera, þetta er búið að vera alveg í 2 ár eða eitthvað. Já. Og án þess að fara, ég vil ekki pera neitt, en þú veist, ég hef náttúrulega legið á öllum mínum skoðunum hingað til. Já. Og ég er líklegur til að því að við erum bara 2 hérna, skilur, í félagsmiðstöðinni. Það er enginn að hlusta. Þá er ég líklegur til að segja hluti sem ég segi ekki viðtölum, skilur. Já. En ég menna eins og ég er búin að skráða súvisti síðan ég var 18 ára eða eitthvað. Já. Og þeir eru einmitt að kaupa sér einhverja þyrluferðir og einhverja dýra veitingastæði og fara á einhvern fótboltaleik og eitthvað svona dæmi, skilur. En ég er ekkert að flýta mér að skrá mig úr súvistafélaginu af því að þetta súvistafélag er búið að gera 100.000 sinnum minna slæmt í heiminum heldur en Þjóðkirkjan að mínum mati. Hvað hefur hún gert? Ég er svo ógeðslega lítið inn í þessu, ég var bara inn í einhverju svona tímabila. Ég nenni eiginlega ekki að taka umræðina en ég veit bara að, þú veist, ég vil frekar borga þyrluferðir einhverja kókaínkalla heldur en Þjóðkirkjuna, sko. Ef þeir eru kókaínkallar þar að segja... Nei, þú veist, þá er ég ekki að tala um að þeir séu kókaín neytendur, ég bara segi svona einhverjur, þú veist, ég tala bara um... Bara hvítum gallabuxum í þyrlu? Já, nákvæmlega, þú veist, hvað er það annað en kókaínkall, skilur? Ég tek það fram að ég er ekki að ásaka þá um að neyta kókaíns. Nei. Þeir myndi aldrei neyta kókaín neitt. Nei, þetta er bara kókaínkallar. Þetta er bara kvót. Já, einmitt, geggju fyrir svo. Já, ég nefnilega, þú veist... ég veit ekki maður, ég sé smá eftir á þetta, ég veit ekki ná. Aha. Já, en það er bara eins og það er. Þetta er bara, svona er þetta bara. Já. Já, mér Ertu trúaður?
Ég veit það ekki. Nei. Ég er alin upp við að segja faðirvorið og svona sem sko en svo var ég bara eitthvað svona og ég fermdist skilur og mínus skilur Já. Ég fermdist en ég samt einhvern veginn, þú veist mínus þú veist Já. þá það var bara eitthvað svona tímabil frá því ég var bara 15 ára eitthvað sem ég var bara there's no God, Já. God wouldn't do this To be. Já, og svo þegar ég var 18 ára held ég að hafa skráð mig út úr þjóðkirkjunni en það var í rauninni bara út af þú veist að ég veit ekkert hvað er að nota peningin í og ég er ekki að græða neitt að því þar sem ég er ekki að fara í kirkju og ég er ekki að gera hitt og þetta sko. Nei, ég veit. En þú ert trúaður? Ég er trúaður, já, ég er trúaður en ég til Trúisma? Já, nei, ég tengi ekki við neitt trúarsöfnuð sko. Nei. En ég trúi samt á eitthvað á þinn Guð? Já, minn Guð, minn persónulega Guð. Ég held, við skulum hættaði með þessa trúar, ég er búin að segja allt of mikið hérna. Búin að drulli við þjóðkirkjuna eða og drulli við súisma og ég vil bara undirstrika það, ég veit ekki neitt um neitt. Ég er bara eitthvað að bulla. Já. Ég hópi góður að vinna hérna. Þið sem eru að hlusta þetta að sjá augnaráði sem að huginn er að gefa mér þetta. Þetta er svona. Hún er að myrða mig með augunum. Þetta er svona. Þetta eru skoðanir þínar. Já, þetta eru skoðanir... Þetta er bara kókainkallar og 1,8 bara prestar á pors og... Þetta eru skoðanir okkar hugins. Nei. Heyrðu, ég vildi fara hérna í samsæriskenningu. Samsæriskenningar. Area 51. Úff, ég til í það maður. Hvað er að gerast þar? Því að ég viðurkenni það alveg ég horfði ekkert á einhverja 7 heimildamindir um þetta. Nei. Ég bara svona googlaði þetta létt og maður hefur náttúrulega heyrt hellingu um þetta. En það eiga að vera að geima geimverur og það á að vera svona staðurinn þar sem að þeir finna og geima og vinna gegn geimverum. Já. Hvað heldur þú? Ég fæ á tilfinninguna að Area 51 sé það mikið mím Já. að það sé ekkert sett að þarna. Nei. Heldur sé það einhverstaðar annar staðar. Af því að, sástu viðtalið við það er einhver fyrrum ísraelskur hersöðingi eða eitthvað svona mjög hátt settur innan ísraelska hersins. Já. Sástu Nei, það? ég sá það ekki. Ég held, það var kannski Íran. Það var eitthvað, annarkvort í Ísrael eða Íran. Og þá var hann rönglega Íran. Hann var að segja að hann var basically bara að fletta hettunni af höfðinu, skilurðu. Hann var að segja að geimverur eru til. Geimverur eru hérna. Þær eru í felum af því að við erum ekki tilbúin en þær eru hérna, þær eru búin að vera hérna lengi og ég held að það sé Íran en íranski herinn veit að því bandaríski herinn veit að því og bara svona hátt settir innan bara svona þjóða vita að því og bara, þú veist, þetta er bara hann sé bara, þetta er bara fakt. Þú veit, það er geðveikt. Já. En byrju, hvað er felum? Hvað er það að gera? Bara láta tíma líða það? Ég bara veit það ekki. Veistu ekkert hvað það er að gera? Bara chilla, sko. Ég er nefnilega held að Area 51 hafi byrjað út einhver gaur sem var að vinna þar gaf út einhverja bók og sagði þar að Area 51 væri eitthvað svona alien mekka. Heyrðu, þetta er Ísrael. Já. Sorry. Hann segir má ég sjá, ég ætla að finna aðeins betri source hérna. Þetta var held ég á CNBC NBC. Má ég sjá, sorry. En já, það er sérst ég held að það sé rétt að þetta dæmi Area 51 hafi byrjað út af því að einhver sem var að vinna þar gaf út einhverja bók og sagði að þetta væri það og síðan þá vattaði upp á sig. Svo náttúrulega var í fyrra þarna Storm Area 51. Já, einmitt. Bara eitthvað 3 milljón manns búin að segja já. Já, ætla að fara að reyta. Já, og herinn þurfti bara að gefa út bara ef þið gerir það, þú veist, þá skjótu við, sko. Já. Þú veist, svo mættur ykkur 7 lúðar bara. Einmitt. Sem voru ekki að grínast. Já. Bara þeir sem stofnuðu þetta. Já, einmitt, hvað heldur það myndi gerast, skilur? Bara, já, ef við förum bara öll saman, bara. Já, þeir geti ekki stoppa okkur öll. Einmitt. Var, þú veist, eitthvað slóganið. Já,
bara víst, þetta bara stærsti her í heiminum. Já, en samkvæmt sko, þú veist, því sem fólk heldur og ef þetta ekki Area 51, þú veist, þá eru þeir bara að búa til eitthvað svona aircrafts í Area 51, þetta er eitthvað svona herstöð, skilur, að búa til eitthvað svona dæmi fyrir herin. Já, ég horfði sem meikar, þú veist, talsvert meiri sens, sko. Já, ég horfði á einhverja heimildmynd þar sem var einhver svona fyrrum hátsettur innan bandaríska hersins, var tekin í viðtal og þá var hann að segja að allt úr hvort það hafi verið Battlestar Galactica, einhver svona huge science, eða svona, þú veist, svona geimveru þáttur. Allt sem í því er búið að gera. Já. Þetta er allt til. Já. Allt þetta Star Trek kjaftaði, bara ef þú ert búin að sjá það í bíómynd, þá eru við búin að búa það til. Já. Sem er ruglað. Já, það er ruglað, sko. Má ég sjá, þetta er sérst 87 ára, hann heitir Eshed. Já. An Israeli space official has claimed that aliens are real and secretly in contact with America and Israel, but are keeping their existence quiet because humanity isn't ready. Þessi gæi var head of Israel's space security program í 30 ár. Nice. Það er ruglað. Þú trúir á geimverur, það? Já, hann segir að það sé til eitthvað sem heitir Galactic Federation. Já. Og það er sem sagt og þeir eru með neðanjarðar base á Mars með sem sagt í samstarfi við Washington, eða sem sagt bara Pentagon. Geimverurnar? Já. Að það sé með neðanjarðar base á Mars í samstarfi við Pentagon? Já. Þetta var samstarf, eða? Já, hashtag. Má ég sjá, og hann segir sér að geimverur muni ekki koma þú veist, inn í open fyrir að við erum búin að þróast og ná því stigi sem að við munum skilja geiminn og geimskip. Ok, en þá er ég meina spurningu, þú veist, er það bara ein típa af geimveru, eða? Eru það bara allar, það er bara ein típa af geimverum, eða? Bara geimvera? Og hún er bara í Mars, eða? Hann segir bara aliens. Já, þú veist, ég er að tala fattar ekki hvað við, þú veist, ef að þau er einhver aðra plánutu eins og við, eru það bara 2 plánutur sem eru með eitthvað, bara við og svo geimveru plánutan. Skilur þú? Og hvernig heldur þú, ok, ef þú ættir að segja, hvernig heldur þú að geimveru líti út? Og einhverja bíómyndir, skilur þú? Ég hef ekki, sko, mér finnst mjög skemmtileg pælingin hann að hefur sér Paul með Seth Rogen og, nei, ekki Seth Rogen, gæjanum sem að gera Hot Fuzz. Nei. Jú, veistu ekki hvað mynd það er? Nei. Ok, það er basically, þá er Seth Rogen að tala fyrir geimveruna. Þetta eru svona 2 svona, comic book nördar sem að uppgöta óvart geimveru. Og Seth Rogen tala fyrir geimveruna og hann er að flýja frá Area 51. En þá er drullu skemmtileg pæling af hverju allar geimverur í bíómyndum svona líta eins út, er að þær eru mótilegar eftir honum eftir að hann var, þú veist, hann er búin að vera bara á Area 51 síðan 1932 eða eitthvað. Og já, mér finnst það skemmtileg pæling. Ég kýs að trúa því að þetta sé bara eftir einhverju geimveru sem var hérna. Ok. Ég er nefnilega, hefur séð myndina Arrival? Nei. Ég man ekki alveg hvað leik í henni. En það er geðveikmynd. Það er besta svona geimverumynd sem ég sé. Þá kemur, þá er þetta basically gameskipið. Og þetta er bara... Þetta er eitthvað svona svart egg. Já. Þetta er að þá eru geimverurnar bara eitthvað svona fljótandi þoka einhvern veginn, skilur, sem að tala með svona stöfum, skilur, og er að tala við fólki og þau eru bara á milljónar reyna að átta sig á hvað þau eru að segja, skilur. Þetta er ógeðslega góð mynd, sko. Ég, þú veist, trú alveg að þetta sé bara einhvern veginn, bara eitthvað fljótandi dæmi, sko. Já. Ekki endilega eitthvað grætt kall með vasshöfuð. Nei. Og löng eyru, sko. Já. Já. En, þú veist, já, Area 51. Mér finnst líka, ef þetta var the purpose af Area 51, þá væru þau löngu búnir að færa þetta. Já. Bara Area 53 eða 4. Já. Ég er þetta sammála búið því. að vera á sama stað bara í Nevada Desert. Já, ég get alveg trúið í að þessi gæi sem að gera þessa bók hafi ekkert verið að bulla. Já. En það er bara, þú veist, það er bara fært bara leið. Já. Og ég veit líka að þú veist, bæirnir í kring, Já.
eru búin að græða ógeðslega mikið á þessu. Já. Og þú veist á leiðinni að Area 51 ég veit ekki hvað heitir, eitthvað Alien Burger eða eitthvað og bara allt hann í kring þú veist, eitthvað Svona alien dæmi. Já, ég var mjög til í að fara í eitthvað roadtrip þangað, sko. Ég held að sé 2025 eða 2030 þar sem að ég og einhver strákar ætlum að fara til Bandaríkjanna á húsbíl, keyra niður og enda svo í Mexíkó á HM ef þú vilt koma með. Já, það var ekkert eðlilega gaman. Ég kannski sleppi HM bara. Nú er enda í jafnfli. Allir sem koma með verða að fara á HM líka. Það málega. Mér hefur dreymt þetta lengi sann. Að fara til Bandaríkjanna og bara keyra. Og líka, þú veist, ég ætlaði líka þegar ég kláraði plötunum mína fyrir COVID, þá ætlaði ég að fara til Hawaii. Bara einn. Nice. Og bara leiða mér húsbíl. Já. Og keyra. Mér langar líka að gera þetta í Frakklandi og Ítalíu. Já. Bara bæði á saman tíma. Bara aðleið. Ekkert endilega aðleið, en ég hef alveg verið til. Kannski með konu sem elskar mig. Kannski með konu sem elskar mig bara. Ef ykkur átt núti sem elskar mig, þá máttu koma með. Já, mér finnst það mjög góð pæling. Mér langar að fara á næsta ári. Þá verðum við Sara eigum 5 ára edruafmæli. Geðvitt. Mér langar mjög mikið að fagna því í LA. Bara ég, þú og Sara maður. Og Björgvin. Og Björgvin, já. Já. Þið og tvö börnin ykkar. Já, ég Sara og strákandur og strákandur ykkar. Það væri geðið. Já, það væri geðið, sko. Væri ég velkomin? Þú væri að sjálfsögðu velkomin. Yes! Ef að bóka það? Ég bóka þetta eftir bara. Allan fyrir mig og Björgvin. Ég veist að allir fyrir bara 2 félagarnir. Já. Ég svo veikur, mér langar svo mikið að fara til útlanda. Ég búin að vera að skoða endalaust af einhverju svona geðveitt næstrasli á Tælandi og Grikklandi og einhver mansjón að því að þetta svo ódýrt núna. Og líka bara almennt, sko. Já, fyrir þig kannski. Já. Nei, eins og Bali. Já. Skilur bara eitthvað mansjón þar. Bali heillar mig ekki. Flottur. Hvað, akkur? Það bara ekki nógu gott fyrir þið. Ég hef heyrt að maturinn á Bali sé ekkert eitthvað geggjaður. Þetta ekki rosa svip? Er það ekki bara eins og fólk heyri bara á Íslandi bara allir kindahöfuð og hákalla? Bara ídjúlega hókislegt. Ég held að þetta sé bara svipað með maturinn á Kúbu. Þú veist, maturinn á Kúbu á víst að vera ekkert það góður, sko. En það sem heillar mig við Tæland er náttúrulega, þú veist, veðrið og umhverfið og allt það, en tælenska matur er líka svo fucking góður, sko. Já. Og ég væri mjög til í að leigja bara eitthvað rugglað hús þar. Og það er hægt að leigja mér þess að... Bara ég, þú, Sara og Björgvin? Já, það er hægt að leigja þar sem að það er fólk sem eldar. Já, og ég er ekki að tala um bara eitthvað þjóna, heldur bara, þetta er einhver fjölskylda sem á þetta hús. Já. Og er bara í næsta húsi. Ég er ekki vissum að ég efna þessu, sko, en ég er alveg til að koma með Þetta er ekki dýrt. Nei, ég er að tala um, þú getur náttúrulega, þú átt efna þessu, sko. Þannig að ég er alveg til að koma með að þú borgar þetta, sko. Þá skal ég alveg rúla með þetta, sko. En hvað, hefur þú efna á að fara einn í húsbíl til Hawaii og... Það er bara flugið sem kostar, sko. Svo verð ég bara, þú veist, bara með einhvern gastank og pönnu að gera mér egg bara á ströndinni. Að surfa bara á... bara fara að hitta... Saying hi to the pretty ladies, bara. Já, bara aloha, skilur. Aloha, senor. Aloha, senor. ¿Cómo estás? Það sem ég líka dreymir er að ég er náttúrulega mikill hellakall og elskar svona, þú veist, ekki bara út af því... Það er svo fyndið að þú lýsir sjálfu þessum miklum hellakalli. Ég er náttúrulega mikill hellakall. Ég er algjör hellakall. Og náttúrulega David Attenborough, coming for you. Einmitt. Þú ætlar að drepa hann. Nei, ekki drepa hann, en ég ætla kannski ekki að stöðva hann. Ég ætla kannski ekki að bjarga honum. Ég ætla ekki að bjarga honum ef hann er að drögna, skiljum. En það er sko að það er svo mikið svona kletti í Hawaii, þar sem þú getur farið út í vatnið og synt undir svona lítið göng og kemur upp inn í klettinum. Það sem þú verður í raun að synda inn og út, það er geðvikt. Oft farið þarna og það er geðvikt. Já, það er svona draumurinn. Hvað ert að gera restina af deginum? Við erum ekki að slúta, ég bara er að pæla. Aðrólegur fram með að bíða.
Halda bílnum heitum. Já, halda bílum heitum úti og ég hugsi, ég fari bara eitthvað heima slaka og chilla, viltu koma með það? Ég litli frendi minn að harka út peysum Já. upp í stúdíu, ég þarf að kíkja aðeins á hann. En ég alveg til í að skoða einhver frí. Já. Ertu til í það? Já. Kíkja kannski aðeins yfir booking.com. Já. Djöfull ég farin að kreifa að fara til útlanda, maður, ég get ekki beðið eftir þessi bólusetningu. Já, líka við höfum bara einu sinni farið til útlanda saman. Það? Já, bara Danmörk. Það ekki? Þvílíkt crap-ass country til að fara saman til. Að það sé eina landið. Já. Það var reyndar algjört klúður. Já. Sú ferð, en Arnar Þóri Viðarsson skuldar okkur pening. Já. Gæðin sem bóka okkur. Endilega, ef þú ert að hlusta, bara græja þetta. fokka þér. Bara græja þetta. Já, við þurfum að fara eitthvað út og ekki til að spila. En það var ógeðslega gaman líka að taka mikrofón og svona með. Já, mér langar ógeðslega mikið að fara til Grikklands eða eitthvað og leiða svona stórt rými og vera með eitt herbyggi sem bara stúdíó. Já, ég kannski væri bara okkur mótileg rétt hjá. Geti kannski dinglað bara fyrir utan þetta gated community sem þú eru inn í. Heyrðu, ég var kannski að tala stefpenningin sem þú varst að fá. Já, bara endilega maður. Nei. Endilega maður. Það bara, ég átti hann skilið. Þú áttir hann skilið. Það er vissulega rétt. Við vorum svolítið að fá loka útlutun frá Stef sem er höfundaréttartekjur. Já. Veistu af hverju þetta var svona mikið núna? Það því að 2019 var gott ár? 2019 var mjög gott ár. Já. En þetta er líka að því að það var verið að breyta skattinum á þessu. 22%? Já. Var það ekki þannig í fyrra? Nei. Það var verið að breyta úr 36. Ég var smá hræddur að ekki hræddur ég held að ég myndi ekki fá svona mikið út af ég man ekkert hvað ég er búin að fá yfir árið. Þú veist, þannig að þú færðir allt yfir árið skattfrjálst og svo borgar skattin af síðustu. Einmitt. Þannig ég var svona, en þetta var geðvikt. Gauður, ég bjóst við svona 150 úrskaði. Já. Þú bjóst ekki við þessum 15 miljónum sem bjóst. Nei, já, ég var mjög sáttur líka þegar þú sendir þetta á mig og ég fór inn, ég var bara god damn. En nú ætlum ég að spyrja þig. Já. Þú fékkst, við ætlum ekki að segja hvað við fengum mikið. Já. En við fengum ógeðslega mikið. Já. En hvað eittirðu penninum í? Ég setti 80% af penninum í verðbréf. Tjöfull, ég ánægði með þig, maður? Í hlutabréf. Já. Í sjóð. alþjóðlegan hlutabréfasjóð. Já. Og svo það er eitthvað sniðugt. Borga leigu, já, það er eitthvað sniðugt. Já, það er við skulum samt ekki segja fyrir við erum búin að sjá hvernig okkur gengur. Já. En það gæti verið eitthvað sniðugt, þú seinna mér. Einmitt. Og svo er ég að pæla, ég ætla að borga lága leigu. Ég var að pæla að fá að borga bara 2 mánuði áfram eða eitthvað. Eða leggja til hliðar en ég á bara næstu 2 mánuði í leigu. Geðveikt. Mér finnst það eitthvað sniðugt, ef þú áttu eitthvað pening að leggja til hliðar og eiga bara leiguna þína. Já. Já, hversu listu peningur á bók? Já, bara inn á kortinu mínu. Nice. Hvað gerir þú við peningin? Ég sett hann allan í verðbréf. Já. Ég setti örugglega svona 98%, 99% kannski í þennan alþjóðlega hlutabréfasjóð. Já, ég setti ekki alveg allt, setti svona 80%. Ég fattaði að hvað ég er búin að þroskast mikið, peningalega séð, þegar þú sendir á mig. Að því að ég senda þig, Stef var að borga. Já. Og þú sendir geðveikt eitthvað tilbaka. Fokk hvað ég á mikið pening, sagður. Nei, ok, þú sagðir ekki. En þú spurði mig ætlar að leyfa þér eitthvað? Já. Og þangað til að þú sagðir það, þá var mér ekki einu sinni búið að detta það í hug. Geðveikt. Mér datt ekki í hug að fara inn á Farfetch eða skoða einhvern bíl eða nokkur hús eða eitthvað fyrir hennan pening. Nei. Nokkur hús? Nýbúin að tala sniðugt að styrkja tónlistarmennina. Nei, mér datt ekki í hug að gera það. Það poppaði ekki einu sinni upp, sko. Það var bara, ok, annarkvort ætla ég að láta þetta inn á lánið eða í hlutabréfasjóð. Já, við skulum samt koma á framfæri, þetta er ekki milljónir, sko. Nei, þetta er ekki einu sinni 1 milljón. Nei. Þetta er eiginlega ekki nálægt því. Nei. Þannig að við skulum hafa það alveg á hreinu. En þetta er meira en það sem við höfum fengið. Áður, já. 2019 var mjög gott ár. Gáum út geggjaða plötu. Já. Plata ársins á hlustendavölunum. Já. Veist að mér náði svona traction 2019. Kom út í lok 2018. Já. Já, maður. Já, mér var smá svona,
Þetta bara geðið, sko. Og bara svona geggjar jólabónus, sko. Þetta, já, þetta gaf mér heavy inspiration til að gera meiri útvarsvæna tónlist. Já. Akkurat, sko. Og, já, ég hugsaði hvort ég ætlaði að leifa mér eitthvað, en ég bara ákvað að gera það ekki, sko. Já. Því að ég þarf ekkert, skilur. Nei, ég mitt. Þarf ekki neitt. Nei, þú átt nóg á öllu. Ég á fyrir mat og ég á föt og ég á þakir höfun á mér, sko. Já. Nei, við erum búin að tala um það. Já. Ég fæ mér sætar og kjúla á hverjum degi, sko. Já. Og hafragrauð, sko. Og dýrt að með að þú ert að fá þér eðlur þú varst daginn var að með 24 karata gull dæmi. Þegiðu. Hvað, mátti ég ekki segja það? Það varst með eitthvað 24 Þú mátt ekki ljúga. Þetta var bara matur 24 karata gull gert að mat keto. Þetta var bara Þetta er keto-saðan. Sjúkast sem ég sé, sko. Þú ert það sjúkasta sem ég sé. Nei, þú ert það líka. Herru, ég er með samsæðiskenningu. Ok. Það er ekki komið að mér í röðinni, en ég ætla samt að gera það. Já. Sunneva Einars. Já. Ég ætla að koma með samsæðiskenningu. Ok. Ég er ekki alveg búin að átta mig á hvort hún sé vélmenni eða eðlufólk. Ok. Eða tvíburi. En eitthvað af þessu lítur hún að vera. Ok. Af því að helgina, Já. þá voru sem sagt 2 stelpur sem er lítið story. Já. Hendum í smá free shout-out hérna. Ég veit ekki hvort það sé með í highlights, þið getið þá að tjekka á þessu. En það er sem sagt þannig að Íris Fanney Já. og Ína María Já. létu í story á sama tíma Sunnu Einars á 2 mismunandi stöðum. Eitt var upp í bústað Já. og hitt var í einhverju partí í, þú veist, einhverju flottu húsi. 2 mismunandi outfit innan við 10 mínútur á milli. Ertu að segja satt það? Ég lofa, og það eina sem að ég sé í stöðunni er að annarkvort er hún tvíburi og er ekki búin að segja henni frá því, eða þá hún er einhvers konar eðlufólk, eða þá að hún er fjöldarhamrað fjölmenni. Mér finnst líklegast að hún sé eðlufólk. Já. Það sem þau tvíburar er ekkit endilega fólk sem næður svona miklum árangri. Nei, en eðlufólk er mjög líklegt til árangur. Já, þeir eru mjög hátt settir, sko. Og hún er mjög vel sett. Já. Fjárhagslega. Já, já. Og hvað var það síðasta? Já, fjöldaframleitt vélmenni. Já, ég er svona hallast að því, sko. Aha. Já. Já. Við þurfum eiginlega að fá hana í þáttinn, sko. Já, við þurfum eiginlega bara að fá hana til að ræða þetta, sko. Já. Já, gerum það. Já, ég til, já. Því við verðum að komast til botns í þessu. Gera það næsta þætti. Já. Og við erum svo með tilbúinu, við erum með svona einhverja spurningar, þú veist, eitthvað, Takk henni hitaklefa það. Já, takk henni hitaklefa. Ertu vélmenni? Nei, það er of augljóst. Já. Þú veist, hún á eftir að eiga vona því, en segjum, þú veist. Þarftu stundum að uppdata sjálfa þig. Já, getur sagt það, hvað er langt síðan að uppdata þig? Já. Og við getum líka sagt já, hvað er uppáhaldslitriðin? Já, það er blár, já, ok. Hvað er 362 deilt með 2322, skilur? Og hún bara, já, 31, skilur? Já. Þá er hún vélmenni. Já. Og líka fylgjast með augunum á henni. Já, það er nefnilega það. Við getum líka spurt hana, já, ok, Notar linsur. Við getum spurt hana, hvort finnst þið betra? Pepperoni eða skinka? Skinka, ok, hvort finnst þið betra? Ostur eða flugur? Já, skilur? Ef hún segir flugur, þá er hún líklega eðlufólk. Já. Hvort finnst þið, og líka bara, hvað er upp á stýrið þitt? Já, ef hún segir... Er það eðla? Já. Hvað er upp á stótið þitt með snakki? Er það eðla? Ok, ég til í það. Ekki? Jú. Fá minni hittaklefan. Eða þá að við inveitum hennar podcast tilbúið. Já, bara. Bara já, hérna með við komum inn og kynna þáttinn okkar og svo bara fucking brútali tökum hún á teppið með þetta. Og mér finnst þetta bara ekki í lagi, sko. Nei. Og það er svo óþægilegt bara fyrir þjóðina, sko. Að vita þetta ekki. Að vita ekki hvort það, og það er hún eru á 2 stöðum á sama tíma. Á sama tíma. Fattaru, alveg eins og Byrnislægið. Já, þetta er eitthvað. Þetta er mín samskipti. Líka út af þegar þú setur í story á Instagram, það verður alltaf að vera mynd sem þú tókst bara núna. Ég veit það. Þú getur ekki tekið eldri mynd. Þetta er instant. Já, þú getur ekki tekið gamla mynd. Ég kann það allavega ekki og ég er mjög tech savvy. Já, sama hér, sko. Hvað, já, hvernig ertu búin að hafa það? Ég er búin að hafa það mjög gott. Ég kolfjall í keto. Já, varstu veikur, eða? Nei, ég var reyndar ekki veikur, en
Það fylgdi svo ákveðin skömm. Já. En ég sá samt, ég sé ekki eftir neinu. Nei. Það er samt eitt ógeðslega fyndið. Ég fór daginn sem að daginn eftir að ég hætti á keto. Það fór ég sem sagt í Sætir snúðar. Já. Við hliðina. Já. Og ég labbaði upp að mannunum sem á þetta og segi, sæli maður. Hann er nei, blessaður, langt síðan ég sé þig. Hvað ertu búin að vera? Við erum að tala um það að ég var keto í 3 vikur og gæinn sagði langt síðan ég sé þig, það var bara eins og ég hef flutt úr landi. Það segir mér aðeins svo mikið ég er að borða aðeins svo mikið að snúðum, sko. Það skilið, maður. Já, það er enda skilið. COVID og svona. Já. En heyrðu, í næsta þætti þá komumst við að því hvað Sunniva Einars er. Er hún eðli fólk? Er hún tvíburi? eða fjöldaframleitt vélmenni. Eða fjöldaframleitt vélmenni. Guð bless ykkur. Endilega follow okkur á podcast appinu, Spotify appinu og YouTube appinu. Og Instagram. @félagsmiðstöðin. Og like and subscribe, rate it. Rate it and smash the like button. Hey, even if you hate it, you better rate it. Samt, please ekki, 1 stjarna. Bara 5 stjörnur, takk. Takk fyrir okkur, love you. Takk fyrir okkur, love you.